Sigurinn á Eyjamönnum í dag, hvernig svona tilfinningin? Hún mjög góð. Þetta var fínasti fyrirháleikur hjá okkur, komust yfir og fannst við svona, ég vilja svo aðeins betri frammistöðu en við tökum þessi 3 stig og erum virkilega ánægðir með það. Já, tala um aðeins betri frammistöðu, hvað hefur við viljað sjá? Ég kannski aðeins vilja að vera svona rólegri á boltann og aðeins stærri. Við stóra að spila aðeins meira og það komu kaflar í seinni hálfleik sem að gerðist en of sjaldan. En svo bara kom svona einhver spenna, við erum 1-0 yfir og mér fannst við kannski aðeins vera hrættir við að mista niðurtak elskað að halda áfram að spila og ná seinna markinu. Svo kemur seinna markið seint og þá leikurinn búinn. En tölfræðin ágætt, mér finnst það hærra XG og þú veist, við erum svolítið mikið með boltann, þannig að allt í góð en ég er virkilega ánægður með svíinn, virkilega ánægður með að við heldum hreinu, annan leikinn í röð. En ég veit að það býr aðeins meira í okkur og það vonandi kemur smá saman. Já, þetta fyrra markana, Oliver fer í svona hálfgert samstuði við markmanninn og svo frábært finish hjá Grímsa. Já, bara frábært finish, Oliver er bara fyrstur á boltanum, er á potanum og svo hendi að færi markmann á Grímsa og Grímsa kláraði bara virkilega vel. Og svona annar samstuð með markmann hér seinna fyrir Jóhann, hann lenda saman, ég sá ekki alveg hvað gerðist hann var engu við skoruðum en hann náði að bjarga því og hann var bara, já eins og segi, bara virkilega ánægður með að líka bara hugarfarið fyrst þegar hlutirnir ekki að ganga, að menn að hlaupa, menn að berjast og við höldum hreinu og við bara gefa íbúð á það, þeir voru flottir hvernig þeir byggðu upp og við áttum erfitt með að lesa það á köflum en þegar við náðum að klukka það og þá fannst við líka bara flott út. Já, Oliver liggur alveg 2-3 ára, voru gömlu félagarnir að taka á hann? Nei, ég held að menn bara misinn oft hraðan í honum, hann er svo óbóðslega hraða og gík, menn halda fyrir með boltann en svo bara síðustu skrifinu við hann að þú lendur á eftir og hann er að pota í boltann og þá lendir hann í höggum en hann er hraustur, ég held að hann fíli þetta bara. Já, síðan kemur seinna markið hann seint, var það léttir? Já, það var það og mér fannst svona, láta skora eftir horn, það var enda sjálfsmark en já, auðvitað var það léttir og eins og ég hefði viljað sjá okkur vera aðeins stærri og aðeins halda betur í boltann en Valdimar kom inn á miðjuna og þá fannst mér hann leysa vel úr stöðun og kom smá ró og það voru margir kaflar sem að mér hefði kannski nýtt okkur aðeins betur en ég vil að við káa sem aðeins stærri og þórum að spila aðeins meira þó þessi smá spenna heimavelli en svo verðum við líka að vera heiðilegur að segja við erum búin að tapa 3 heimaleikjum í röð þannig að það er eðlilegt að koma í smá stress en eftir 2 sigurleiki núna þá vona ég að við tökum bara skref upp á við þurfum að taka nokkuð skref, við vitum það við vitum að við erum búin að vera með meiðsli og jafnvel spila meiddur leikmönnum og við erum búin að margir komu rétt fyrir mót eins og við talaðum þannig að ég er virkilega ánægður með að síðustu 2 leiki séu 60 og heldur hreinu. Já, Rodri og Birgir ekki með í dag, hver er staðan á þeim? Já, Birgir er bara fljótlega klár, við vitum ekki með Rodri, hann er bíðað eftir niðurstöðu og myndatöku en ég hugsa að það séu nokkra vikur í hann. Já, og Guðjón lá hana og fer út af svona strax í kjölfarið, meiddist hann eitthvað? Já, þeir lentu saman og fekk bara, held ég, ennið í kinnbeinið, en hann er bara góð núna, hann bara með klaka á þessu inni og segist vera í toppmálum, þannig að ég held að það sé ekkert vesen. Og svona staðan á hópnum er að batna líka meðstarlega, það voru 2-3 inn á í dag sem að voru ekki heilir í síðasta leikum með Þór sem er alveg heilir, þannig að sem bara frábært, nú er vika sem eru 3 leikir, við erum Ægi heima í bikarnum og svo FA úti, þannig að það er gott að fleiri að verða heilir og við erum sérstaklega fram á við mikla möguleika sem við skiptum inn á í dag og þessi kom inn á stóðu sér vel og við munum nýta hópinn í þessa viku og ætlum bara að halda áfram það var aðeinslegt að halda áfram að halda hreinu á fórstík. Já, þessi 2 sigurleikir í röð og núna er bikarinn framöndan, hvernig líst þér á ægisleikin? Já, líst vel á það, við erum mikið bikarlið í KA og leggjum mikla áherslu á bikarinn og við ætlum að fara áfram, ég hef aðeins í Ægi og mér finnst nú betur heldur en taflan segir horfðu á móti HK á minnum þeir eru töpuðu 2-1 held ég og þannig að þeir eru flottir og ég þekki Nenad með í náminu og þannig að við tökum þeir leik bara mjög alvarlega og ætlum okkur að fara áfram. Takk hérlega fyrir. Takk.